Já, þetta bomban geitin í leiknum. Ég ætla að klára þetta með sprengingu. Ég fæ besta varnarmann á Íslandi, Damir Mominovic. Leikmann Grindavíkur til að klára stuðningsmannin. En hann stuðningsmaður Chelsea Football Club. Sælt Damir, hvað segirðu gott, vinur minn? Ég bara aldrei betri. Þú ert... Ég helviti góð bara. Ertu ekki helviti fesku bara? Jú. Þú ert náttúrulega mikil Chelsea maður, ekki satt? Fylgistu mikið með þeim eða? Já, ég fylgist mikið með þeim. Ég er búinn að halda með þeim held ég síðan, ég var örugglega 10 ára eða eitthvað. Af hverju byrjaði þú að halda með Chelsea? Getur þú sagt með það? Já, ég sá eitthvað Chelsea-leik einhvern tímann í sjónvarpinu. Kannski var 12 ára eitthvað. Og það var uppáhaldsleikmaður minn Chelsea fyrr og síðar, Eiður Smári Guðjónsson að spila. Og þá hugsaði bara, þetta er liðið mitt. Já, þannig að þetta var þá á tímabilinu þegar hann var að spila með Jimmy Floyd Hasselbank og það tímabil. Já, þetta var þeim tíma, sko. Sko, núna Chelsea búið að vera í katastrófu, mikið að skipta þjálfara og annað. Hvernig meturðu stöðunu hjá Chelsea eftir seinasta tímabil? Hvað hét aftur hann að gagfræðikennarinn sem var með Chelsea í fyrra? Gagfræðikennarinn? Já, hann leit hann út. Þú ert ekki Maresca? Nei, Rosenjör. Rosenjör? Já. Það finna við að ég spilaði við á mótunum bara viku áður en að tók í Chelsea eitthvað og svo á móti Strasbourg. Alveg rétt, hvernig fór sá leikur? Þeir unnu okkur held ég 2. Ég horfði á hana motherfucking leik, Damir. Já. Þeir rétt mörðu ykkur. Já, en það var 1-1 lengi. Mjög skemmtilegt, svo bara mætti hann og tók í Chelsea bara alltaf. Já, ég man eftir þessu maður. Staðan var 1-1 og svo bara gáði aðeins undir lokin. Barco kom inn á hann og eitthvað. Já. Rugl, Barco sem var í lokahópnum Chilwell í bakgrunum líka. Já, Chilwell í bakgrunum og Barco sem var í HM-hópjón Argentínu kom bara inn á. Já. Sko, ég að klára þetta með sprengingu. Maður sem ég að tala búin að spila við Chilwell, Barco, þú veist, stórnöfn. Hvernig meturðu stöðuna? Hvað raunhæft markmið fyrir Chelsea á nýju tímabili? Sko, topp 4 væri helviti gott, komast í meistaradeildina aftur. En þeir allavega með hóp í það og þeir eru ekki í Evrópukeppni í ár, þannig að svona minna álag. Segðu mér leikmannaglugginn, hvernig finnst þér hann? Þeir eru búin að fá helviti góða leikmenn. Já, smá reynsla. Ég veit ekki alveg þetta Henderson dæmi, sko. Nei, Henderson og Welbeck, hvernig... Sko, ég er mikil Welbeck maður, sko. Já, hann var góður í fyrra. Hann var mjög góður í fyrra. Hann skorar sín 15 mörk, sko. Er það? Já, ég held að hann verður gott backup fyrir Sjá Petro og, þannig að 15 mörk samt helvíti mikið. Segðu mér aðeins fyrir sem Andrei Santos, af hverju á Manchester United að kaupa þann leikmann? Já, ég segi bara takk fyrir mig, sko. Það var pening í kassan, sko. Ég sagði þetta í þættu Manchester United, hvað að kaupa þennan leikmann og fokkin, hvað keyptir á? Þetta keypti hann Mason Mount fyrir eitthvað 70 milljónir pund eða eitthvað frá, sko. Bara takk fyrir mig, sko. Það nú meira. Svo Manchester United aðdáendur ángríns, þeir eru sáttir með Mason Mount. Já, ég skil ekki væntingar. Andrei Santos, Mini Casemiro, guðminn góður. Herðu, förum aðeins í leikmannaköpir. Þetta náttúrulega risa kaup hjá Chelsea að kaupa Morgan Rodgers fyrir 100. Ég ekkert eðlilega spenntur fyrir hann. Já, hann geggjaður. Svo erum við fenguði Maxen Lacroix frá Crystal Palace. Svo einhver Marco Palestra sem búist við að bara byrja inn á. Já, Marco Palestra, já. Ég held að þetta verður eitthvað svona 3 manna vangbækvara dæmi, sko, hjá Alonso. Eins og hann var einhvern tímann með hjá Leverkusen. Já, 3-4-3. Hann var að drilla það. Þetta verður sóknabolti fram og tilbaka, sko. Damir, erum við að fara að sjá nýjan Amorim? Þetta að fara að vera Amorim tímabil?
Vá, hvað það væri fúlt maður. Búin að þjátt núna í einhver 7 ár að horfa á Chelsea, sko, og svo bara fá við Alonso sem á að vera geggjað þjálfari, sko, svo bara enn eitt ströggli, sko. Nei, þetta verður geggjað tímabilið. Það verður skemmtilegt að Segðu horfa á mér, Chelsea. segðu mér, já, eins og þú sagði, Jordan Henderson. Hvað er Jordan Henderson að gera? Er hann að fara að vera pepparinn inn í klefa? Er hann að fara að vera Já, pepparinn á bekknum? ætla hann ekki vilja taka hann bara út af reynslu, sko. Það er með svo Sko- marga unga gæja, þannig að fínt að hafa, veist, reynslu með. Verður hann ekki bara svona motivational speaker eftir ferilinn? Þú veist, hann er svo rosalega góður í klefanum. Já, ég sá eitthvað vídeo þannig á honum á æfingarsvæðinu í Chelsea, sko, og var hann alltaf eitthvað svona peppa og spjalla og eitthvað. Þessi gaur er algjör. En svo kannski enn svo að fara. Já, ég ætlaði að spyrja út í það. Ég heldur hann sé ekki pottið að fara. Hann er nú ekki vinsalisti maður í heimið, hann í Chelsea. Nei, og hann var... hann ætti bara að koma sér frá Englandi. Já, ég held það, sko. Ég veit ekki alveg, sko, horfðu eitthvað leik hérna, eða eitthvað leik, það mútið Real Sociedad daginn. Já. Það var bara baul á hann, sko. Bara stuðningsmenn Chelsea baul á hann, sko. Já, ég fíla hann ekki heldur, sko. Það er frábær leikmaður. Já, Frábær mér finnst leikmaður. það ógeðslega góður, sko. Hann kostar 100, hann kostar meira en þegar hann var keiftur til Chelsea núna, sko. 120 miljón pund eða eitthvað. Já, hann kostar meira í dag. Já. Þannig að þessi gaur getur En eitthvað. svo bara þarf Reece James líka að vera heill. Hann var nú eiginlega allt senast tímið heitt og svo, Nicholas Jackson. Æ, Hann er kominn ekki byrja, sko. Nicholas Jackson. Það er svo fyndið þegar við vorum að segja nöfni sín. Nicholas Jackson. Manstu eftir því? Já. Geggjað maður. Herru, þetta er skemmtilegt lið. Talaðu hversu brjálaðu út yfir að Garnacho er farin, er hann ekki frá Ég lán? var miður minn, sko. Ég gæti ekki sofið marga daga, sko. Ég Herru. var alveg það, sko. Hann fór á láni, ég held að hann væri keiftur, en sástu dreddana hjá honum í sumar? Já, þetta er skrítingaði, sko. Jöfnlega gaman að þessu gaur maður. Ég þoldi hann ekki mannstíð, hata hann eitthvað sem ekki svona Nei, lélegt svona. þetta er bara gæði sem er sennilega bara, eiginlega fyrir sín, sko. Já, Með body einhverju language. Body language er alltaf svo lélegt hjá hann. Já. Herru, vinur, svo er bara Axel the Disaster, hann er komin aftur frá Vestam. Ég er ekki að fara að Crystal Palace, held ég held að það sé Don Deal. Já, það er allan ekki komið hérna. Nei, ég sá nú eitthvað bara hvort það verið dag, ég gæri eitthvað, hann væri bara verið ganga frá Það sig. geti verið. Svo eru þið náttúrulega búin að missa Mark Cucurella. Já, það er leiðilegt, sko. Já, það er hörkuleik maður. Já, þetta er gæði sem að liðsfélagar elska en andstæðingar hata, sko. Já, hann er svo Smá Diego pirrandi. Costa gæði, sko. Já, hann er góður varnarlega og sóknarlega. Já, bara alvöru móðurfokkur, sko. En segðu mér, Trevor Chalapa, eftir að sakna hans? Nei. Ég er alveg með nú á honum, sko. Já, ok, mér varst það alltaf fínt á það. Þegar hann fekk tækifæri. Þetta er, ég veit ekki, það er langt síðan ég séð góðan hafsend í Chelsea síðan Thiago Silva var, skilu, hann var bara eitthvað 40 ára að spila og var bara besti hafsendir. Ok, herru, hvernig heldur að Palmer Rodgers eftir að bonda? Þú veist, þetta eru svipaði leikmenn eða ekki? Já, svona, Cole Palmer er meira með boltan í lappirnar, sko, meiri hlaupari, hann að ég hef engar áhyggjur af þeim. Eru þeir að fara að taka sama fagnið? Já, en vilji þínu menn ekki kaupa Pedro Neto líka bara? Herðu, Pedro Neto er að fara til Manchester City? Já, bara endilega, sko. Hann er það líka. Pedro Neto er ekki stöðu leikmaður, hann á sína kapla, en hann er alveg fínn, en ég ætlaði nú að spyrja út í Enzo Fernandez, hann verður líklega seldur. Er hópurinn betri eða verri en í fyrra? Hvort er hann betri eða verri? Hann er sennilega aðeins betri, sko. Já, ég held það líka. Já, ég held það, sko. Mér finnst það allavega með að við líka svona fótboltan sem við vorum að spila núna bara er svo sýta, sko. Það er mjög skemmtilegt. Það virðist allir vera með, á bakvið Alonso, sko. Ekki eins og þegar maður er Real, sko. Bara eftir 3 vikur allir komið núna.
Já, Vinicius Junior maður byrjaði á því kjaftaði. Herru, Já. við skulum ekki vera að tala um það. Ég er Barcelona, ég er Barca maður sko. Hvað ætlaði að spyrja þig næst? Hvaða leikmann vildur þú fá til Chelsea? Var það einhver sérstakur sem þú vilja fá? Nei, ekkert þannig. Ég hef kannski vilja fá Rúdiger tilbaka. Hann er motherfucker sko. Sá það var eitthvað svona orðurum þetta sko, en svo var ekki Dúrusson. Ég var mjög mikið til að fá hann tilbaka. Hann nálega 3-4 góð ára eftir í ensku úrvalsdeildinni sko. Svo var gaman að fá Lampard og Terry og Eismar aftur bara inn á völlin sko. Það væri svakalegt. Þarna Alonso hvernig, hefur þú trú á hann á fyrsta tímabili? Ætlar að gefa hann nokkuð tímabil til að landa þeim stóra? Hvað ætlar að gefa? Ætlar að fara í þetta Manchester United rung og segja, herðu, gefum honum þetta tímabil og svo skulum við sjá. Herðu, og svo þegar að komið að jólum og við erum í 17. sæti, þá skulum við reka. Já, þá rekum við hann. Nei, ég er einhvern veginn sko, ég er aldrei hlynntur því að vera að reka þjálfara sko. Nei. Það er mjög auðvelt að bleyma þjálfara, það gengur illa sko. Ætlar að leyfa þá bara öllu þjálfurum að renna út á samninga? Já, frekar hvað ætlar að vera 3 vikur og fá 100 milljón pund í vasann fyrir að rekin og bara góður. Já, þeir eru náttúrulega að semja vel hann að þeir eru að sko, sumir baku tjöldin í Chelsea bara, eitthvað bull í gangi, skilur við. Já, það er akkurat sem ég er að leiða þig að. Ég er að leiða þig gildur hana. Þetta er einhverju pappakassarna sem veit ekki neitt. Já, býttu, eignarhaldi, topp ólífinuðin, aðalgaurinn í eignarhaldinu hjá Chelsea. Hann ger 8 ára samninga og hann á 9,4 milljarða dollara og það er 1,3 billjónir íslenska króna. Sko, að kaupa svona leikmenn, þetta er eins og að kaupa nammi í nammi bara. Ég veit ekki eins og hvernig þessi tala lítur út, sko, sem þú ert að segja, sko. Sko, þetta er 9,4 þetta er 9,4 milljarða dollara sinnum 100 og hvað? 50, 40? Já, eitthvað svolítið, sko. Já, þú veist, hann hefur verið gagnrýndur fyrir að skipta út stjórum, hann hefur verið með mikla eyðslu og óljósa stefnu. Þú veist ekkert hvað stefni á Chelsea. Nei, segðu mig hver hún er. Segðu mig hver er stefna. Ég er búin að tala oft um þetta við Chelsea félaga mína, sko. Þeir að segja að við erum með ungt lið og hitt og þetta. Ok, þú ert 22 ára eða 20 ára og kemur í Chelsea og fær 9 ára samning með 150 pund á viku. Heldur þessi gæðir séu bara ég er leiðilegt, ég sé ekki að fá að spila, sko. Þeir eru bara þáttir, sko. Þetta er algjört rugl og svo er hann að rífast við hitt eignarhaldsfélagið sem er stærri hlutafi, hann er að rífast við þá. Hann er klikkar. Einhvern veginn er þetta allt búin að fara til fjandans bak við tjöldinu eftir að Abramovich fór, sko. Það er kóngurinn. Það er kóngurinn. Hvar er hann? Er hann ennþá í félum? Frábær spurning, sko. Herru, hver verður mikilvægastur? Hver þarf að stígu upp? Og hver verður vonbrigði? Segðu mér, hver verður mikilvægastur hjá Chelsea? Þú veist, ef að Reece James er heill, þá er hann bara, fyrir mér lykilmann í þessu liði, Cole Palmer, João Pedro. Og ætli Sanchez markmann verður ekki vonbrigði enn eitt árið? Já, það gæti verið. Hver þarf að stíga upp? Palmer líka, skilur. Já, Palmerinn þarf að stíga upp eftir senast tíma. Það var ömurlegur. Lavia, ég er mikill Lavia maður, sko, hann er bara alltaf meiddur. Hann er alltaf meiddur, þú veist hvað? Þessi gaur var svakalegur. Ógeðslega góður, sko. Já, Lavia, gott sjátt. Ég fæ alltaf bara kvíðakast þegar að senda tilbaka á markmanninn, sko. Bara ótrúlegt, hann bara einhvern veginn sparkar alltaf eitthvað annað, sko. Það var eitthvað atvik í fyrra, ég man ekki hvað, hann gaf eitthvað út á bakvörinn, þetta var steikta sem ég sé. Já, hann var bara maður fyrir framan og hann gaf bara á hann. Já, byrju móti hverju var þetta aftur? Gali, sko. Ég held þetta var móti Arsenal eða Liverpool eitthvað, þetta var stórleikur, sko. Já, þetta var eitthvað stórleik, sko. Herru, hvað myndi teljast vonbrigði hjá Damir Múminović sæti? Hvaða sæti myndi þú telja að vera vonbrigði? Ég, Chelsea náttúrulega aldrei fara að keppast það að vinna deildina. Þeir eru bara ekki þar. Nei. En vonbrigði
að ná ekki meistaradildar sitt. Þá top 5 myndi Top ég segja það. Já, Já. top 5. Hver verður markahæstur hjá Chelsea? Já, Pedro. Hver verður bestur? Það að segja sjá Pedro líka. Ef hann markahæstur þá verður hann bestur. Ok, stóðsendingahæstur? Cole Palmer held ég. Það bara svo lýs. Hver kemur á óvart? Morgan Rodgers. Hvar, já, þú segir að já, ok, hvar enda Chelsea-deildinni og af hverju? Top 5. Já, segðu mér sæti og af hverju? Ég ætla að segja 4. sæti. Af hverju? Það engin Evrópukeppni, minna álag. Það er málið, Damir. Já. Damir, það er málið, það er Evrópan. Þess vegna held ég að Chelsea verði í 1, 2, 3 eða 4. Já. Ekki, ég ætla ekki að segja 1 og 2, sko. Það er þessi Arsenal minnkar verði ekki annað eitthvað. Þú ert ekkert í Kristján Óla pakkanum að vera að spá Manchester United öðru seti og svo bondarinn vinnin að spá meistaratitilnum. Er þetta fæglegt eða? Já, þetta er alveg galið, sko. Herðu, takk fyrir þetta. Við ætlum að halda aðeins áfram. Þetta var Chelsea stuðningsmaðurinn Damir Múminovic, besti varnarmaðurinn á Íslandi. Við ætlum í Ísland. Ég heyrði í kvöld fréttir frá Garðabæ, frá Akureyri og ég hugsaði, ég ætla að fá Damir Múminovic til að gefa sitt take á málin. Sko, ég sé að Eiður Smári er tekið við sem aðstoðarþjálfari, Damir. Svo kemur í ljós að hann er ekkert aðstoðarþjálfari, hann er aðalþjálfari. Hann er aðalþjálfari með Hallgrími sem er aðalþjálfari áður en Eiður kemur. Þannig að hver er aðalþjálfari, Damir? Ég veit þú ert að reyna að veiða mig eitthvað rugl sko núna til að segja eitthvað. En þú veist, já, það er alltaf pínu skrítið þegar það eru 2 aðalþjálfarar. Þegar þú færð nýjan þjálfara og það er þjálfari til staðar, er hún ekki yfirleitt skipt út? Jú, jú. Damir, leið mér að stoppa þannig. Heldur að komi 3. aðalþjálfari? Heldur þið fáið 3. banninn? Heldur þið hringi Óla Jó? 2 aðalþjálfarar og með 2 aðstoðarþjálfarar þá líka, skilju. Já, herðu, góður punktur. Fáum okkur 2 aðstoðarþjálfara. Atli, heitir hann ekki Atli Sveinn sem hann fór? Atli Sveinn sem aðstoðarþjálfari. Hann fer bara niður í annan flokk og tekur öðrum flokk. Þetta er gali. Veistu hvað? Svo var Sævar Péturs eitthvað að monta sig á Twitter. Ég sagði, þetta er galið. Þetta er galið, Sævar. Þú veist, já, Eiður Smári. Eiður, nennir að koma hérna á Akureyri. Já, hendi mér 4-5 kúlur fyrir það sem eftir að tímabilinu og leiði mér að fá frípassa að fljúga fram og tilbaka eins og ég vill. Það er nú spurningar. Ég skal við ekki að það, skilju, þetta er pínu skrítið, það eru 2 aðalþjálfarar. Það því, svo er svo auðvelt að lesa eitthvað, þegar gengur illa og það er fengið nýr maður inn, skilju, og það er auðvelt að fara í það bara eitthvað, að hinn þjálfari verið látið fara eftir tímabili og eitthvað svona dæmi, sko. Nennir að gefa mig fordæmi fyrir þegar svona hefur gerst áður á Íslandi. Nennir að koma með 1 dæmi. Gústi Jökull. Gústi Jökull. Já, bittu nú. Þeir voru 2 aðalþjálfarar í Stjörnunni. Ok. Hvernig gekk það? Það gekk ekki. Herðu, Eiður Smári, hann er að taka við á Akureyri. En þú veist, það er bara geggja að fá svona prófíl inn í KL-liði, skilju. Já, ég er ekki að gagnrýna Eiður Smári, ég elska Eiður Smára, hann er frábær þjálfari, hann er búinn að taka á sínum málum, orðin frábær analyzer, hann er komin á hérna sín, hann verður með enska boltanum, hann frábær að HM í sumari, ég hef ekkert nema gott Eiður Smára að segja, mér finnst þetta bara galin ákvörðun á Káa. Já, en þú veist, svo veit maður ekkert hvað það er að gerast hann á baka tjöldin heldur, sko. Men hvað heldur Eiður Smári? Sko, já, Damir, en er Eiður Smári
eru leikmenn að fara að hlusta meira á Eiður Smára en Hallgrím? Ég veit það ekki. Þetta er bara, þetta hlýtur að vera pínu óþægilegt fyrir leikmennin líka, skilja. Það er spurning að Daniel Dejan vinnu hrökkvi í gang núna þegar Eiður Smári segja nú hvernig á að sparka boltanum. Það gæti bara vel verið, sko. Kannski verður þetta einhver vítamínsprauta hann í raskatanum. Svo þarf kannski bróður hans, Níko, drulla sér til Akureyrar að vera aðstofan. Aðstofþjálfari. Erðu, geggjað! Níko Djuric, aðstofþjálfari Káa. Og hann heldur áfram að lýsa á live. Já, mitt. Herru, já, þú veist, Eiður Smári lítur á pening, svo ég að spá, Damir, hvaða lofar voru honum gefin? Hvað heldur þú veist, heldur hann sé að fara að taka við þessu, hann heldur þessu uppi eða hvað? Ég veit ekki, ekki pínu erfitt að lofa einhverju svona, skilju. Þetta eins og að lofa einhverju leikmanni að Damir, þetta var að spila allar 90 mínútur. Damir, Káa að fara að falla? Ég vona ekki, sko, ég nenni ekki norður 3 svar, sko. Býtu, hvernig þá? Já, meinar, já. Ertu að segja ég er falli þá, eða? Þetta eru þín orð, ekki mín, sko. Nei, það hlýtur þú að það halda þér uppi. Ég er að æsa í. Já. Herru, Damir, ég var að lesa eitthvað á Fótbolti.net að Káa-stinnum sem eru sátti með ráðninguna og skilja vel af hverju þetta er að gerast og það er eins og þetta sé eðlilegasti hlutur í heimi. New manager bound. Akkur er þetta svona neikvæður með það? Mér finnst þetta svo ómikil óvinning fyrir Hallgrím. Já, það er, þú veist, já, sumir halda það fótt. Hei, Damir, ef ég væri Hallgrímur, ég hefði ekki eins og sagt upp. Ég hefði flutt út úr landinu bara. Flutt frá Akureyri bara. Já, þetta er svo mikið svik. Já. Þeir ætluðu að halda mér í vinnu og ráða mann í sömu stöð og ég. Shit. Give me a one-way ticket out. Herru, svo líka, Damir, svo Hallgrímur að byrja fjölmiðla menn að láta Daniel Dejan Djuric í friði. Já, það er pínu skrítið, sko. Hvað erum við komin hérna? En auðvitað býstu, láta hann í friði, þetta er bara frábær leikmaður og þú býstu það miklu á hann, skilur. Já, þú veist, mótlæti styrkimann og allt það, þú veist, þú ert ekki þetta er ekki smábat, sko. Nei, svo er þetta einmitt bara fullurðið maður, sko, og bara... og ég veit ekki hann sjálfur, ég held að myndi bara vera besti leikmaður í deildinni, sko. Ég líka, en þetta er 0% fit fyrir hann þetta lið. Já, þetta er bara öðruvísi fótbolti en hann er vanur að spila, skilju. Já, ég veit ekki eins og hvernig fótbolta Káa spilar. Hvernig fótbolta spila Káa? Segðu mig. Spilaði sóknarbolta, þú veist, er það possessionbolti, er það pressubolti? Nei, segðu mig hvernig bolta spilar Káa? Þeir vilja freka tilbaka og reyna að sækja hratt, sko. Já, það tekst ekki oft. Tekst ekki oft, ég veit, ég horfði að leikja mútið Keflavík þegar töpuðu 3-0. Ég veit, mér fannst eins og þau væri ekki að reyna að vinna leiki, mér fannst eins og þau væri svona, þeir voru að reyna að halda út leikin og ekki fá fleiri mörk á sig, en við ætluðu aldrei að vinna leikin. Nei, en svo gleymist bara líka Keflavík er bara heldur góður, sko. Keflavík er bara búið að setja sokk upp í alla menn, sérstaklega mig, þig, mig og Eiður, Aron, þú veist. Já. Við spáðum öllum bara 12. sæti. Gerðu það allir, sko. Já, það er bara allt örugglega, sko. Herru, förum í næsta viðfangsefni. Það er skítalykt í Garðabæ, enn og aftur. Fekk náttúrulega El Normali og Leon til mín fyrir í vetur og þá var nú ekki bjart í Garðabæ út af handbolta. Núna er þetta komið í fótboltan og
og maður heyri sögur og ég ætla að drita hérna sögum og þú bara tjáðu það ekki, þú sleppir því bara en hérna ég er bara búin að heyra að menn voru ekki hrifnir hvernig að tala við lið í klefa eftir leikum út í þú veist Jón Þór, þjálfarinn sagði eitthvað sem fór eitthvað illið ekki, ég veit alveg hvað það sagði það er bara, ég myndur þú veist, með fleiri bara þjálfar að segja þetta bara eru brjálæði, skilur, þetta er ekkert eitthvað alvarlegt en sumir geta ekki tekið svona eru litlir pingu litlir eins og ég segi aðan sko, það er svo auðvelt að benda á þjálfaran þegar gengur illa, skilur en leikmenn sem að taka ábyrgð sjálfur líka sko þess vegna er ég að taka þetta fyrir menn eru pingu litlir í Garðabæ og hei, ég fíla alveg stjörnun og allt það, en það verður bara að vera með real talk núna sko þetta er maður heyri alls konar eitthvað svo, en svo veit maður ekkert hvað er satt og hvað ekki sko ekki nema þú greina það höldum áfram ég er engin Kristján Óli að hjóla einhverja helvitis kjúpjóli hérna kringum landið og reyna að fara í einhverja sjoppur og finna eitthvað slúðu sko ég bara fæ menn til að ringi mig ég er ekki að hjóla neitt sko Emil Atla er í fíl út í Stjörnu fyrir að reka Jökul hvað finnst þér það? Og fleiri sko Kottum minn upp Nei, ég er ekki farin að minn Ég var að testa þið en þú veist, og ég skil það líka ég var trilltur út í Breiðablik þegar Dóri var látið fara skilur og Óskar fattar og fleiri leikmenn sko og eðlilega þú fær samt ekki fílu nei, maður bara reyður þú er professional, þú fær ekki í fílu segir að ég ætla ekki að standa mig ég ætla ekki að skrifa undir einhvern samning og lætu það fréttast út það er skrítin aðferð neitar að skrifa undir samning Lúli Jónasar var einhver viðtali hann var ánæður í þessu viðtali þannig ég gaf hann að þeim ég man aldrei eftir að hann hafi verið jákvæður í garð Stjörnunnar ekki einu sinni það er rosa langt 2014 kannski þegar unnu titil jafnvel gagnrýnt á eitthvað herru ég hlustaði Lúli Jónasar kom með fyndi statement eða mörg, hann er aldrei jákvæður í garð Stjörnuna, hann sagði að Emil Atla væri bara fitubolla 7 kílóum og þungur og spurði hvort hann held að hann væri í fitubolludeildinni það mér ég verða viðkynni ég fucking hló þegar ég sá þetta ég bara þetta er mikið sko það sem honum dettur í huga að segja sko en svo er hann ekkert feiminn við það að segja hlutin eins og hann heldur að sé sko nei svo hittir hann örglega alla í Garðabæjarlauginni sko hilsar hann örglega og horfir ekki til hans herðu leikmenn almennt ósáttir eins og þú segir að Jökull sé farinn mikið andleysi á hópnum þeir eru með 21 stig það getur allt gerst í þessari botnbaráttu Stjarnan í hættu þeir eru bara 6 stigum frá neðsta sæti er Stjarnan í getur Stjarnan fallið? Sko ég held ekki að því að hinliðin fyrir neðan eru ekki betri Þú heldur að Þórsar fara alltaf niður? Já, með hvernig staðan er núna Hvað er að frétta þessum Barthélemy hana frammi, hana Spánverjum? Var sent hérna VHS spóla af honum frá Spáni og það sem er bara köttað þegar hann skýtur að marki eða þú veist nei, þessi leikmaður er ekki góð þú veist, myndan spjara sig í lengdudeild? Já, þú veist einhvern veginn allt liðið bara hefur ekkert spilað neitt frábærlega sko. Og svo auðvelt að benda á hann að því að hann á að delivera mörkum og eitthvað skilur. Já, ég hef ekki séð neitt jákvætt. Sorry. Reyndar eitt besta mark sem ég sé þegar markmaðurinn skoraði hann á móti KR.
Er það ekki bara besta mark í sögu? Manstu hann Finnsen á móti Já, Ía, Ólafur Karl markið. Finnsson. Já, Jaha. manstu það þegar hann tók hann einhverja hjólaspinnu hann út af einhverju engu? Já, þessi þvælu bara. Mér finnst það flottasta mark sem við skora svo þetta. Hörðu, Árni úr Járni, er þetta ekki bara gott dæmi að hann bara fer og giftir sig hérna á einu laugardegi þegar það er leikur. Er þetta ekki svolítið svona að gefa skilabóðin í hópin? Svo ætlar Örvar Eggerts að kíkja til Spánar á Tenerife í næstu viku og kíkja í brúðkaup hjá systur sinni og sleppa leik, og svo ætlar Gummi Kristjáns að fara einhverja heilsuráðstefnu þannig út í Hollandi og missir að leik. Þú veist, ég veit að gifta sér stærra en þetta, en veistu hvað ég meina? Ja, kannski aðeins öðruvísi, sko. Kannski var hann bara búinn að fá leyfi fyrir þessu, fyrir ári síðan eða eitthvað, sko. Já, en það kom ekki að góðum tíma, en ég skil vel. Árni, respect. Gifta sig. Ég er bara, Damir, við erum ekki að dæma mig fyrir að gifta sig. Nei, það sem ég er að segja, þetta kemur á vondum tímapunkti. Já, þetta kemur á hræðilegu tímapunkti, skilur við. Það gengur ekki vel, skilur, og það bara, já, ég veit ekki. Ég er bara að segja, Damir, þetta er bensín og eldin. Já, það er það. En gott bensín. Til hamingju, Árni. Árni, giftumaður. Vonandi fer að skuttlaði núna í markinu, motherfucker. Árni Vil og Ari Leifs kom á miðju tímabili, ekki standi, skoðun. Já, fyrir mér er Árni til dæmis frábær leikmaður, ég spila oft með hann og lengi. Hvað er hann að fara að gera? Hann virðist ekki fara að gera neitt. Kannski var það planinu, uppalinn Bliki og vildi fara í Garðabæinn og eyðileggja partíið, sko. Það gæti verið. Takk, Árni. En, þú veist. Jú, að bjuggust örugglega margir við það að tveir myndu koma inn og rífa þetta upp, skilur. En því mér bara hefur tekist. Geðu einhver fyrir vítið hans, fyrsta vítið sem hann tók fyrir Stjörnuna. Ég er ekki ennþá búinn að fyrirgefa honum fyrir víti sem hann tók á móti F á 2001 þegar vorum að berast titilinn. Ég man eftir því. Það var víti, var nefnt eftir hann klúraði þessu víti. Ég man ekki verið að lýsa, það var ekki G eða eitthvað. En ég man eins og það var í gær, sko. Það var geggjuð. Já. En ég get sagt að hausinn Árna er þannig að hann veit hvað hann getur í fótbolta, sko. Hann er bara bestur í heimi í fótbolta, sko. Já, er það í hausnum á honum? Já, hann er bara, hann er svona, hann er með svona slatan, sko. Það er mín típa, ég þarf að kynna svona. Já, geggjaður. Ég elska svona, hvað segir maður, sjálfstraust. Já, en ekki alveg minnig fyrir því. Sko. Já, það vantar ekki sjálfstraust. Við þurfum að fá hann á tjútið, maður. Ég held við verum góðir á einhverjum flöskuborðið hann einhver staðar. Jafnvel og Kjarval. Já, Kjarval. Já. Herðu, hvar voru við næst? Birnistæðir ekki staðist væntingarnar. Allt í rosa skýrt. Birni byrjaði vel, skilju, en svo bara eitthvað með dala. Bara eins og allt liðið, skilju. Það er bara, já. Það þarf hann ekki að stígu upp. Jú, auðvitað, skilju. Birnir er bara einn af bestu leikmönnum í deildinni. Já, en er hann búinn að standast væntingarnar? Ekki í sumar, nei. Takk. En hann er flottur á TikTok. Hann er að sína outfit of the day. Já, ég hef reyndar að sé það. Það er skemmtilegt. Svo er hann byrjar að vera með svona commercial fyrir, þú veist, eitthvað svona matarshit eða eitthvað. Manni hvað það var. Bara vel gert. Herðu, nóg af Stjörnunni. Þeir taka við hann Brynjar Kristmunds og Olgeir. Býtu, var ekki Olgeir aðstoðarþjálfari? Já, þeir eru að fara að klára þetta. Já, ok. Býtu, Olgeir, var það ekki aðstoðarþjálfari hjá Árna sem hann látið fara? Nei, Olgeir var held ég bara eitthvað með yngri flokkan hana og var aðstoðarþjálfarinn hjá Jón Þóri held ég, sko.
ég man ekki, skipt ekki máli. Hvernig heldur að þeim munu ganga? Brynja var náttúrulega með Víking Ó í fyrra og Já, ég veist, Olger líka vill spila alvöru maður og mann fótbolta sko og alls konar hugmyndi og eitthvað svona. Það verður mjög skemmtilegt að hann myndi gera það núna með meistaraflokki. Ok, er þetta þá pressubolti? Já, Stjarnan á að spila þannig, Damir. Stjarnan á að spila þannig. Ég var Já. aldrei hreint því að þegar ráku hérna Jölla sko. Nei, Jölli var sko, leikmenninu sem hann setti stundum inn á ekki í stöðum og stundum var hann ekki að spila maður og mann og stundum Hafsind var orðin frammeri og Já, eitthvað. hann þarf að bæta þetta, þú veist, Já, hann er búinn að fá athyglinna fyrir þetta, það er öllum sama, spilaði bara það sem best fyrir þig, það skal ég meina. já. Fyrir mig Grindavík, nóg Stjörnuna, hvernig er þetta búið að vera í sumar? Bara mjög gaman fyrst og fremst sko. En veist, þetta viljum við ekkert vera sér stöðu sem við erum núna sko. Berast að halda okkur uppi og veist, held við sem búin að halda hreinu 7 sinnum og veist, við næst fast mörk á okkur í deildinni og við bara náum ekki að skora. Ég sagði þetta í podcastinu mínu núna í sumar. Damir er að halda þessu liðu upp með að halda motherfucking hreinu. Það er bara, þú veist, Rafael Viktor, ég sagði allan tíman, hann væri ekki að fara að skora neitt mark. Þú sagði það bara allan tíman. Nei, ég sagði að ég sagði kannski að hann væri potential, en hann þarf alltaf að virka hjá honum. Hann þarf að vera með sjálfstraust og það er nefnilega kannski málið, veist, að fram á erum við búin að vera með lítið sjálfstraust skilu eftir erfiða byrjun fattar við. Og það er veist eðlilegt, en við erum bara að berjast í líf okkar í deildinni núna. Sterkur sigur á móti Þrótturum og Þróttarar, sumir Þróttarar vissu ég er að fara að taka podcast við þig og þeir þakka þér kærlega fyrir. Nei, þetta, þú veist, það 3 leikir eftir og hérna við þurfum bara að ná í úrslit. Herru, ertu bjartsýnn að halda ykkur uppi? Hvaða leiki eigið eftir? Er komið 19 leikir eða? Við eigum Fylki á laugardaginn. Í Grindavík? Nei, í Guð minn almáttugur, biðjum fyrir Grindavík. Shit, erfiður samt Fylkir er í algjöru rugli sko. Já, við höfum Fylki, Háka heima og Ægi úti. Háka heima samt er alveg góð. Þínir menn að spila Gróttu núna, ekki? Jú, úti. Úti, já. Og svo eiga Völsung úti. Já. Og þeir eiga Leiknir heima í seinasta leik. Já, það er bara alvöru leikir. Pældi því. En ég var frekar til að hafa þetta svona en ekki sko. Damir. Það eiga bara alvöru leiki eftir. Damir, pældi því að þínu fyrirfélagi Leiknir myndi fella í þér. Já, á ég að vera miður minn núna? Pældu í því samt. Já. Pældu samt í því að Leiknir og í sem allir búin að tala um því saminast, að litla liði í Breiðholti hendi stóra liðinu. Pældu í því. Hugsaðu þér þetta. Heldur þið sameinist skilu ef að annarkvort liðið myndi falla? Já, ég held það. Ég held að ég ætti nú bara að sætta sig við að sameinast ef þið detta nýja aðra deild. Það er bara þannig. Já. Og herru, hvað er ljósi punkturinn í sumar og hvað er neikvæði punkturinn? Hjá okkur? Já. Bara kannski, við erum búin að vera frábærir varnarlega sko. Og já, kannski erfiðleikum með að ná í úrslit sko. Af hverju er 0-0 skilur. Já, en af hverju er Rey Antoni ekki búin að finna lausn á þessum sóknar? Út er ekki búið að reyna að fá einhverja leikmenn eða eitthvað, gera eitthvað, breyta einhverju. Já, eins og ég segi, að finna lausnir, það er mjög auðvelt að gera alltaf á æfingasvæðinu sko, og skora mörk og eitthvað svona sko. En svo er þetta bara undir okkur komið að delivera í leikjum sko. Fá bombun á bekkinu í næsta leik eða? Aðeins að öskra okkur áfram eitthvað. Já. Það var geðveikt. Ég væri ekki góður þjálfari með það myndi ekki ganga upp. Það myndi ekki ganga upp. Það væri vesen. Það væri vesen, maður, shit. Herru,
Hvernig getið þið byggt hún á þetta tímabil fyrir næsta tímabil? Sko, við erum alltaf með mjög marga unga leikmenn í liðinu hjá okkur og uppalda leikmenn og en ef við kannski án þess að vera komin eitthvað á næsta tímabil núna, sko, það er 3 leikir eftir, þá kannski vantar bara svona smá reynslu inn í lið, í bland við ungu gæna, sko. Hvað gerður þú? 2 ára samning eða? Já. Þú ætlar að vera hann áfram með það? Já, það bara lítur allt út fyrir það. Hvað er Blikar myndi koma með góðan samning? Með góðan samning? Ég myndi segja nei. Það er svoleiðis! Þess vegna ætlum við að tala um Blika næst. Nei, ég myndi bara ekkert vilja fara neitt, sko. Það var einhverjar þreifingar í glugganum núna sem ég sagði bara nei takk. Við lifum vel hana í Grindavík og geta alveg viðurkennt það, allt í einu er bara ógeðslega gaman í fótbolta, sko. Það er svoleiðis. Já. Það er gott að heyra. Já, þannig að ég er ekki að fara neitt frá Grindavík, sko. Þú ert hamingjusamur og bara hefur það fínt í Grindavík og bara ertu þar. Vinur, ég styð þig. Ég styð þig. Já. Herru, förum í Breiðablik fyrir lið, þetta er óvinni mínir þangur til eftir 11. september. Hvað er í gangi þarna? Rosa andlust. Sérðu einhver ástæði fyrir því? Ég veit ekki, það voru erfitt erfitt, það er auðvelt að sitja hér og horfa á því sjónvarpinu og maður er ekkert í klefanum lengur, maður veit ekkert hvað er að gerast, skilur. En jú, ég get alveg viðurkennt það, einhvern veginn svona smá andleysi, sko. Þetta er ekki líkt Breiðablik, sko. Ég hef átt að hlusta á þig þegar við vorum ég hef átt að hlusta á þig þegar við vorum að spá í deildina. Þú kallaðir þetta. Þú kallaðir þetta eins og þetta er. Ángríns. Við skulum bara tala tæpi tungu og ekkert að meina neitt illt með því, sko. Þetta var bara, nei. bara ákveðna breytingar í gangi og það tekur bara smá tíma, skilur. Þú varst bara faglegur og sagði bara þína skoðun og það reyndist rétt og þetta er búin að vera tjöfis í ströggl og þetta úrslitalega sé bara ekki gott, það er bara eins og allir vita. Tölum bara hreina íslensku, þetta er versta tímabil Breiðablik í ég veit ekki hvað mörg ár. Ég veit ekki, ég man ekki eins og svona langt tilbaka. Já, tímabilinu er nú ekki búið, sko, en þeir eru í bikarúrslitum og eitthvað, ef við vinna þannleik, þá er þetta bara... Herru, bítu, við erum eftir að tala um þannleik. Við skulum ekki fara fram á okkur það. Herru, Blikar mæta brjáluðum Mosfellsbæ þann 11. september og það er alltaf bomban að vera með Mosfellingum og við ætlum að kaffæra Blikum í stúkunni. Hilmar Jökull, sírífandi kjaft á Twitter, ríðu kjaft í stúkunni þann 11. september. Hvernig spáir þeim leik, Damir? Ég spái bara mínum mönnum sigrið þetta, skilju. Ég held alltaf með þeim, sko. Fólk má ekki halda það að ég sé ekki Bliki lengur, sko. Ég er að þjálfa í Breiðablik og ég elska þetta félag, sko. Þú ert legend í Breiðablik, það heldur enginn að þú setja á móti í Breiðablik, sko. Nei, vona ekki. En þú veist, þetta var erfið leikur, Aftureldingar eru alvöru lið, sko, og virkilega góðir. Ég er búin að mæta þeim 2 í sumar, sko, og bara langbesta lið í lengjudildinni fyrir mér, sko. Já, þið voru 4-0 undir á móti þeim eftir 32 mínútur. Já, 3 hot, 3 mörk eftir kortir. Já, það þarf að skora einhvern veginn. Já. Herðu. En þetta verður, þú veist, ég bara vona að Kópavogsbúar fjölmenni á leikinn, sko, því ég veit að... Ekki vera að styrkja, ekki vera að segja þeim að mæta á völlin út í Mosó podcasti. Bomban podcast, Mosó podcast, og þú ert að hvetja Blika að mæta á völlin. Ég veit að vera svona 10.000 manns úr Mosó leiknum, skilur, þannig að ég nenni ekki að vera eitthvað 800 manns úr Kópavogi, sko. 270, 365 og við ætlum að stíga á Blika. Herru, þetta verður... Við erum ekkert að rífast í stúkunni það, Nei. Jú, kannski erum við búin að fá okkur nokkra kalda. Herru, ef að Blika spila eins og undanfæri, er ekki góð sjens fyrir Afturelding vinni Blika?
Sko, það er náttúrulega bikarinn, sko. Það er alltaf séns í bikarnum, sko. Það er alltaf séns. Já. Er þetta að fara að vera vestri Valur ævintýri aftur? Ég veit ekki ég vona ekki. Kemurðu með mér á flöskuborð ef Afturelding vinnur eftir leikinn? Ég er búinn með flöskuborðstímann, sko. Ég skal blæða. Ok, ég kem. Herðu, ég haf Blika að spila Þetta verður geðvitt, þú veist. Það er ekki oft sem að Breiðablik er í úrslit í bikarnum, skilju. Ég held ég hef einu sinni farið með að tvisvar kannski. Varstu í Stjörnuleiknum með það? Já, töpuðum í Vító. Já, leðilegasti leikur sem ég hort á það mér. Já. Og fór á það. Þeir unnu 2009, Breiðablik. Já, alveg rétt. Afturlega fyrst skiptið, ekki? Í úrslitunum. Jú, fyrst skiptið undan úrslitum líka. Þannig að en svona gerist þegar bomban fer í 270. Já. Þá gerast hlutinir. Höskuldur vinnuðin er búin að vera mikið meiddur, sýnir hversu mikilvægur hann er, hvernig þeir eru í 4. sæti. Já, þú veist, mikilvægasti leikmaður Breiðablik, sko, hann og búin að vera það lengi, sko. Og margir meiddir, skilu, Arnbjarna, Anton Logi, Höskuldur, skilu, Vittu Karl búin að vera eitthvað meiddur. Þannig að svona, veist, margir stóri póstar sem hafa ekki spila mikið. Já. Ég veit ekki hvernig Höskuldur misti á leik síðast út af meiðslum, sko. Þú veist, það var bara að spila alltaf 90 mínútur aftan, skilu. Sko, ég sá leikinn út í Val og hann var ekkert heill. Það sást alveg að hann var ekki heill. Af hverju Blikar að spila hann er meiddur? Já, veist, ég veit ekki, svo, Kristoffer Ingi búin að vera meiddur líka, hann byrjaði vel. Já, ég ætlaði að fara í hann næst, þú veist, hefðu Blikar ekki átt að fá annan fram mér að, þú veist, með Kristoffer, út af hann er búin að vera svolítið meiðslapesi, hann er búin að vera samt, já, eins og ég segi hérna, flottur, búin að skora, ef að Kristoffer væri ekki, þá væri þetta bara, ég veit ekki hvað Blikar væri, sko. Þá væri færri mörk, 10 færri mörk, og þá, veist, Ágúst Orri að fara út núna, sá ykkur að frétta á hann. Nú, hvert? Til Hollands. Já, hann er búin að vera líka langbest í þessu liði, eða þú veist, hann er búin að upp og niður, en þegar hann er on, þá er bara on, sko. Já. En svo bara geggja að sjá ungu gæðina líka að spila, skilur við fullt. Svona skul og gull. Já, einmitt, og hann er að fara eftir tímabili líka. Veitu, fer Ágúst Orri, þú veist, fer hann eftir tímabili? Sko, ég veit ekki hvort að stóða hann sé bara að fara núna, strax. Það er bara góða fréttir fyrir Mosfellinga. Það er góða fréttir fyrir þig. Þóka, hvað er partíð í kvöld? Mosó! Herru, hvernig spáur endan á þessu tímabili núna? Kannski tekið sko, við verðum að taka podcast undir lokin þegar tímabili er búið. Já, við þurfum að fara yfir þetta. Þurfum við fá kemur í settið, reynum að fá eið með okkur, fáum okkur ískalda, komum í settið og förum yfir málin. Það væri gaman. Já. En hvernig, svona til að ljúka þessu, hvernig spáur endan þessu tímabili, hver munu Blikar enda og hverju verði Íslandsmeistarar? Sko, eins og staðan er núna, þá, veist, held ég þetta tablan verði bara svona, Víkingur verður Íslandsmeistari, held ég. Já. Það væri gaman að sjá KR koma að þeim svona hættur róli aftan að þeim og stela svo að þeim, sko. Ég er ekki mikill Víkingsmaður, sko. Ég er mikill Óskarmaður, þannig að... Þú myndir vilja þá Víkingur, þú veist, vilt ekki Víkingur vinnur þetta. Þeir vinna deildina, sko. Hvort viltu hafa KR eða Fram í öðru sæti? KR. KR, Fram, Breiðablik. Já, svo virðist þetta vera svona, topp 4 endi svona, sko. En hverjir falla? Hvað er með 2 lið? Það er svo leiðilegt að spá að falli, sko. Það er bara hluta... Hvað sagði það er hluta af leiknum? Keflavík og... Ég sagði Keflavík og Þór, þú sagðir manna ekki. Já, ég get séð það strax út í með á efstu á Instagraminu mínu. Keflavík er ekki að fara að falla, skal ég segja þér. En eins og staðan núna, þetta að vera Þór, Káa, F og þarna. Damir setti IBVF og Keflavík. Já,
IBVF þarna í þessu líka. Og það var líka Eiður Aron með IB og Keflavík. Já. Ég sagði Þór og Keflavík. Já. Þannig að strax er ég komið með stig þarna í Þú keppninu. ert komið stig, sko. Já, En Framararnir eru búin að gegja þér líka með þér. já. Herðu, ég ætla að áður en kveðjum ætla ég komið góða frétti fyrir þig. Víkingar töpu og heimaðalli 3-1 í Ég kvöld. sá það. Það er bara, ég er bara orðlaus. Þetta var mjög óvænt, ég skal viðurkenna það, sko. Þetta var mjög óvænt. Ég held að myndi rústa þessu Og lið. það verður ekki auðvelt að fara til Bosníu og spila, sko. Nei. Heldur þið getur snúið sér við? Já, ef fá mark í byrjun leiks strax, sko, það getur allt gert, en það verður erfitt. Var ekki Móstar? Voru það ekki fór Bosníu? Jú, Þetta lið er eitthvað hörku lið, sko. já, þetta er bara fínt lið, sko, en, fyrir mér, ég veit það ekki, ég horfði nú ekki á leikinn, Nei. en einhvern veginn svona á pappír þá er Víkingar að vera betra lið, sko. Dami að búið heiður að hafa þig, alltaf skemmtilegt að tala við þig. Hreinskilinn, Sömuleiðis. fer samt ekki yfir strikið eins og ég. Nei. Þú dansar á línunni. Þú dansar á línunni. sko. Herru, eitthvað á lókum? Nei, erum við ekki áfram Grindavík, þannig að þessu síðast dæmi, sko. Alltaf því ég horf út af myndband, þá fer ég alltaf að hlæja. Þetta er svo gott, sko. Ég hlæ alltaf. Þú kemur henn að svipa það. Áfram Grindavík. Herru, góðu hlustendur, takk fyrir okkur og yfir gott kvöld. Bomban og Geggjað, takk Damir fyrir mig. are out.